og hjartalega velkomin. Þetta verður svona með hefðbundnu sniði hjá okkur að fyrst byrjum við á því að fara yfir uppgjörið, 9 mánaða uppgjörið og Signý fjármálastjóri sér það. Síðan fer ég í svona almenna kynningu á því hvað við erum að gera og hvað er á döfinni á næstu misserum. En við skulum ekki tefja þetta og Signý, gjör svo vel. Komið sæl. Ég ætla að fara yfir með ykkur uppgjör þriðja fjórðungs og 9 mánaða tölur ársins 2019. Ef við byrjum bara á lykiltölum úr þriðja fjórðungi, þá voru tekjur ársins 4,8 tekjur fjórðungsins 4,8 milljarðar, EBITDA 1,6. Við erum með tap upp á 71 milljón og eiginfjárhlutfallið 36,3. Helstu þættir sem hafa í raun og veru áhrif á 9 mánuðina og þriðja fjórðunginn, það kannski ekki endilega margt nýtt í þessu. Þetta náttúrulega salan okkar á meirihlutaeigninni í Færeyjum, meðferðin á sýningarréttinni sem við breyttum núna á árinu, IFRS innleiðingin. Það á þessum fjórðungi, það hagstæð þróun á gengi meðan við sama tímabili fyrra sem eru 66 milljónir. Mat okkar á áhrif kjarasamninga óbreytt út árið og áhrif einskiptiskostnaðar á fyrstu 9 mánuði ársins eru 358 milljónir. Það er ágætt að hafa í huga að þetta samblanda af starfslokasamningum yfir tímabilið og uppgjörun okkar af vaxtaskiptasamningnum sem við gerðum núna í fjórðungnum. Ef við tökum lykiltölur rekstrar þriðja fjórðungs, það 5% lækkun á tekjum, 1% hækkun á kostnaðarverði sem gerir það að verkum að framlegðin lækkar 286 milljónir. Rekstrarkostnaður stendur nokkuð í stað og EBIT lækkar 288 milljónir. Það eru nokkrir kannski þættir í þessu sem kannski vert að vekja athygli á. Eins og ég hef sagt við ykkur síðast, við erum náttúrulega að kljást við þarna gengishækkun á milli þessa tímabila. Við erum náttúrulega með erlenda efni okkar stórum hluta til í erlendum gjaldmiðlum. Það 15% breyting á milli og það hefur raun og veru bein áhrif á kostnaðarverðið. Það náttúrulega einnig þessi kjarasamningshækkanir sem koma inn og starfslokin, þannig að í sjálfum sér að horfir á fjórðunginn sem slíkan þá kostnaðarlækkun fyrir utan þessa lið ef við berum saman epli á milli þessara tímabila. Og okkar markmið núna og þær aðgerðir sem við fórum í sumar, þær munu ekki sjást fyrr en fyrst í fjórða fjórðungi og síðan inn í árið 2020. En við erum núna að mestu leyti búin að gjaldfara öll starfslok þar sem af ári inn í tímabilið. Hagnaður tímabilsins eða tap tímabilsins 71 milljón. Það skýrist að mestu leyti til af vaxtaskiptasamningnum sem við gerðum upp. Og við gjaldfærum vegna hans 120 milljónir meðal fjármagnsgjalda. Við ákveðum að gera upp þennan samning núna sem var stofnað til 2016, bara út af breytingum á markaði, lækkun á vöxtum og munum sjá þá núna til lengri tíma lægri vaxtakostnað í fjármagnskaflanum okkar. Ef við förum í tekjustraumana, þá það fjölmiðlunin sem að lækka mest, 144 milljónir í þriðja fjórðungi. Internetið fer niður 5% eða 70 milljónir. Farsíminn stendur nokkuð í stað og lækkar 1%. Fastlínan heldur áfram í raun og veru sinni þróun. Hún bara lækkandi tekjustofn hjá okkur og lækkar 46 milljónir á milli fjórðunga. Við erum nú aðeins að sjá hægingu samt í þessu núna af árinu, en þetta samt eitthvað sem við vitum að að fara út. Þetta að breytast, fólk að hætta með þessa þjónustu, heimasímann, svona yfir höfuð. Vörusalan stendur í stað hjá okkur og aðrar tekjur hækka 6%. Sjóðstreymi þriðja fjórðungsins, handbært frá rekstri eykst 50 milljónir á milli tímabila 4%. Fjárfestingarhreyfingar standa nokkuð í stað og það skýrist í raun og veru að mestu leyti til af aukningu í sýningarréttunum. En eins og ég minntist áðan þá náttúrulega breyttum við meðferðinni, sýningarréttinni fara ekki inn í fjárfestingarkafla núna. Það að meðaltali 15% hækkun á erlendu réttunum okkar, það endurspeglast svolítið í fjárfestingunum þarna. Það held ég það bil 180 milljón króna lækkun í öðrum fjárfestingum hjá okkur hérna milli fjórðunga sem í takt við bara okkar stefnu núna. Við erum að minnka fjárfestingar. Við erum búin að fjárfesta rosa mikið núna síðustu 2 ár og það í raun og veru komið svolítið á þann stað að við getum farið að draga verulega úr þeim. Þetta í raun og veru leiðir til þess að fjármögnunarhreyfingar, við höfum verið að
láta þetta ekstra kassa við eigum bara ganga á móti lækkun á skuldum. Okkar markmið núna er að lækka skuldir félagsins eins og við getum. Þannig að fjármögnunarhreyfingar tímabilsins eru 367 milljónir á móti 45 árið áður og þetta leiðir raunverulega til þess að handbært fé í lok tímabilsins 127 á móti 271 og þar er eiginlega stærsta áhrifin þarna eru uppgjör á vaxtaskiptasamningnum sem hefur þessi áhrif á handbæra féð. Þannig að free cash flowið í þriðja fjórðungi er 435 á móti 159 á sama tímabili ára áður. Ef við færum okkur síðan yfir í 9 mánaða tölurnar og þá eru tekjur fyrstu 9 mánuðina 14,8 milljarðar, EBITDA 4,1 milljarður, það er hagnaður upp á 384 og eiginfjárhlutfallið 36,3. Ef við rýnum þetta aðeins nánar þá er þarna lækkun á tekjum í heild sinni yfir árið 3%, kostnaður verður fyrir upp 2% og þetta hefur þessi 670 milljón króna áhrif, neikvæð áhrif á framleiðina. Rekstrarkostnaður hækkar þarna 38 milljónir í heildina sem er að stór hluta til áhrifin af þessum einskiptiskostnaði sem er að fara í gegnum reksturinn á árinu sem ég var að segja við ykkur áðan, þannig að í raun og veru horfum fram hjá honum og kjarasamningshækkunum sem þó er náttúrulega það sem við horfum fram í framtíðina, þá er í raun og veru rekstrarkostnaður að lækka og það er náttúrulega markmið okkar er að lækka þennan kostnað núna til lengri tíma, sérstaklega fastakostnaðinn sem við stöndum fram fyrir. Þannig að EBITDA tímabilsins er 4,1 milljarður móti 4,2 og munar þar 153 milljónum og EBIT 235 á móti 867 og það er náttúrulega munar mest þessa breytingu á framlegð á tímabilinu. Hrein fjármagnsgjöld aukast þarna 275 og eins og ég sagði áðan þetta er stór hluta til vaxtaskiptasamningurinn og við þurfum líka að hafa í huga að IFRS 16 hefur áhrif á fjármagnskaflann svo þið sjáum þarna uppi það fara 141 milljón í gegnum fjármagnskaflann sem við erum ekki með inn í samanburðartímabilinu. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga líka. Þannig að hagnaður tímabilsins er 384 en við erum náttúrulega með inn í honum áhrifin af sölunni í Færeyjum sem er 817 milljónir. Og horfum á tekjustraumana, þá eru fjölmiðlunnar fara niður 4% eða 230 milljónir. Aðrir tekjustraumar standa nokkuð í stað, kannski fyrir utan fastlínuna, eins og ég sagði ykkur áðan, þetta er bara trendir sem við sjáum yfir árið. Aðra tekjur fara upp 50 milljónir. Þannig að heildaráhrifin af þessum breytingum eru 454 milljónir á 9 mánuðina. Sjóðstreymið. Þarna sjáum við að handbært fé frá rekstri er að aukast 93 milljónir og þarna sjáum við kannski hvað skýrast þessa áherslu okkar að lækka fjárfestingar frá fyrra ári. En fjárfestingar hafa lækkað um 826 milljónir og fjármögnunarhreyfingar í raun og veru við erum með neikvæðar hreyfingar upp á 600 milljónir á móti jákvæðri stöðu upp á 526 ári áður. Þannig að við erum að leggja talsverða áherslu á það núna að ganga á skuldirnar okkar, nota handbæra féð í það. Og þetta leiðir til þess að free cash flow 9 mánuðina er 1,1 milljarður á móti raun og veru neikvæðu 9 mánuða cash flow sem vorum árið áður og breytingu upp á 1,1 milljarð. Og þarna munar náttúrulega mest þessar fjárfestingarhreyfingar á tímabilinu. Efnahagsreikningurinn er nokkuð sambærilegur frá áramótum. Það er 3% aukning í rekstrarfjármunum sem skýrst bara fjárfestingum og afskriftum, það munum sem liggur þar á milli. Afnotarétturinn kemur nýr inn út af IFRS 16. Óumlýslegar eignir lækka sem skýrist mest sama, þar eru fjárfestingar minni en afskriftir. Og svo sjáum við aðra veltufjármuni fara niður 4% sem skýrist að mestu leikurinn frá minnkun á sölunni. Þannig að þetta helst nokkurn veginn í hendur þarna á milli tímabilinu. Þannig að mesta breytingin á efnahagsreikningnum eru áhrif á innleiðingu IFRS 16 og það sé á afnotaréttin undir fastafjármunum. Skulda- og eiginfjárhliðin á efnahagsreikningnum. Þar sjáum við vaxtabærandi skuldir lækka 3%. Leiguskuldbindingin kemur þarna inn ný út af IFRS 16 á 3,1 milljarð. Og svo er lækkun á tekjuskattsskuldbindingunni sem í raun og veru bara skýrist að mestu leyti af afkomu tímabilsins og tekjuskatts
þá í raun og veru innex sem kemur á móti þeirri skuldbindingu sem var til staðar áramótin. Skammtímahlutinn helst nokkuð óbreyttur. Það í raun og veru skammtímaskuldir sem hækka þarna 2% sem í raun og veru bara svolítið tímabilsmunurinn þarna frá áramótum og til 9 mánaða. Og það ákveðin seasonal í rekstrinum sem gerir það að verkum að þetta munur þarna á milli. Og við erum að sjá þarna í raun og veru óverulega breytingu á skuldahliðinni fyrir utan kannski afnotaréttinn og niðurgreiðslu á vaxtaberandi skuldum. Hérna svona helstu lykil mælikvarðarnir, eiginfjárhlutfallið áramótin 39,6%, fer í 36,3%. Þarna verður samt að hafa í huga við erum að bera saman í raun og veru án EIFRS 16 og með EIFRS 16, þannig að eiginfjárhlutfallið væri rúmlega 41% ef EIFRS 16 væri þarna á báðum stöðum. Veltufjárhlutfallið fer úr 1,1 í 1 og hreinar vaxtaberandi skuldir í raun og veru haldast nokkuð óbreyttar, lækka 0,1 en við erum með leiguskuldbindinguna náttúrulega núna út EIFRS 16. Þannig að þess vegna erum við að sjá þessa upphallandi kurvu og svo niðurhallandi kurvu þarna hinum megin. Horfurnar okkar fyrir 2019, þær haldast óbreyttar. Við teljum að EBITDA verði í kringum 5,6 milljarða. Fjárfestingarnar sem innihalda á bæði varanlega og sýningarrétt og aðrar óbeinslegar eignir verða á bilinu 3,8 til 4,2 og frí cashflow á bilinu 1,6 til 2. En við höldum því sem við sögum síðast, við teljum okkur verða við neðri mörk þessa horfu kvarða. Heyrið still í mér. Þið bara látum endilega vita ef þið heyrið ekki. En Heiðar, þú ætlar að taka næstu parta? Við kannski bara opnum fyrir spurningar fyrst í kringum uppgjörið. Það sem mér finnst svona standa upp úr að náttúrulega sjóðstreymið að batna gríðarlega hjá okkur. Það að batna á fyrstu 9 mánuðunum 1,1 milljarð og það náttúrulega svo mikla breytingar á uppgjörsaðferðum á milli ára. Þannig að maður ætlar að horfa á þetta og bera saman epli og epli. Það náttúrulega lang auðveldast að horfa bara á sjóðstreymið og hverju það að skila. Og ég sagði frá því hérna þegar við hittum síðast að síðan náttúrulega ofan á þetta að þá eru ýmsar breytingar í gangi. Ég meina við kynntum síðast að við erum líka að lækka kostnaðarstig fyrirtækisins varanlega. Við fórum í breytingar á starfsmannahaldi, við fórum í endursamninga við Byrgja og í sumar sögðum við að þetta veri 50 milljónir á mánuði og kæmi inn í lok árs og yrði síðan viðvarandi á næsta ári og við höfum bætt í þar. Þannig að það má gera ráð fyrir því að sjóðstreymið batni samsvarandi. Síðan varðandi fjárfestingarnar, þær minnka núna, en þær munu minnka enn frekar á næsta ári. Það var mikill kúfur sem kom í fjárfestingarnar þegar við vorum að sameina fyrirtækin og á sama tíma vorum að klára uppbygginguna og 4G-kerfin okkar. Þannig að fjárfestingarnir raun og veru munu meira en helmingast frá því þessi þannig voru í fyrra. En að þessu sögðu þá held ég þessi rétt að opna fyrir spurningar varðandi uppgjörið áður við förum svona í almenna kynningu ef einhverjar spurningar eru. Þá erum við með hérna mikrofón sem einhver réttur ef þið kjósið að bera upp spurningu. Á Arion banka. Afskriftirnar eru að hækka svolítið hjá ykkur frá síðasta fjórðungi. Getið aðeins komið inn á það var eitthvað misræmi líka í uppgjörinu í gær. Já, það er í raun og veru alveg eðlilegt. Heyrið núna. Það er í raun og veru alveg eðlilegt að þú sérð ákveðið seasonality í afskriftunum, sérstaklega tengt sýningarréttinum. Þegar við þurfum að hafa í huga að við erum að taka til dæmis eins og íþróttaefnið inn. Það kemur stór kúfur í íslenska efninu þarna inn í júlí og ágúst, meistaradeildin og allt þetta byrjar. Við erum náttúrulega að kaupa íþróttaefni mikið, 15% dýrara að hluta til heldur en ári áður. Þannig að við erum í raun og veru svolítið rosa seasonality í þessu. Eftir bara í raun og veru hvenar við kaupum efnið og á hvaða gengi við kaupum það inn. Og það er náttúrulega bara nákvæmlega innkaupsverðið endurspeglar sig inn á vaxtatekjurnar. Við erum bara með miklu dýrara efni núna út af gengisbreytingum heldur en við vorum að vinna á í síðasta fjórðungi. Það er bara svoleiðis. Þannig að þetta seasonality í afskriftunum og gengisþróunin mun alltaf vera eitthvað sem við stöndum fram fyrir. Þannig að efnið í raun og veru út af því að við erum ekki með það á fixed cost, við erum með það tengt
gengi. Við erum líka með rosalega mikið við vorum með sterka haustdagskrá, það kemur sterkt inn núna í fjórðunginn, afskriftirnar af því. Þannig að breytingarnar af afskriftunum núna á milli þessa fjórðungs og síðasta að mestu leyti til út af sýningarréttunum og meðferðin á því. Þannig að þetta eitthvað sem að, rosalega erfitt að predikta beinlínis út af því að þetta ekki kannski eins og varanlegir rekstrarfirmur eitthvað sem að þú kaupir og þú ert með fasta afskrift út tíman. Sýningarréttirnir eru allt öðruvísi. Þeir í raun og veru komin í bækurnar okkur þegar við fáum efnið afhent. Þegar þá kemur það inn á því gengi sem það á og svo í raun og veru ræðst af því og hvernig við í raun og veru ákveðum að setja það á dagskrána, hvernig það fer í gegnum afskriftarhlutann. Þannig að þetta skýrir þennan mismun þarna á milli. Einhverjar fleiri spurningar? Nú ef ekki, þá förum við bara beint í svona þessa almennu kynningu að eins og málin standa hjá okkur að þá erum við búin að vera sameina fyrirtæki. Það hefur tekið tíma, það hefur kostað mikla fjármuni en það sem gleðilegt það að við erum búin að ná tökum á þessum rekstri og núna erum við að sjá mikla uppsveiflu í ánægju viðskiptavina, í áhorfi, í raun og veru fjölgun viðskiptavina og ég ætla að fara eins í gegnum hvernig gengur sérstaklega hjá miðlunum núna í örfáum glærum. Ef við skoðum bara núna vinsælustu þættina sem eru á þessum aldri 12-54 ára, samkvæmt bara Gallup, það sá hópur sem auglýsendur miða við, þá eigum við eiginlega alla vinsælustu þættina. Og þetta talsverð viðbrigði frá því í fyrra og dagskráin orðin mun þéttari. Þegar við hittumst síðast þá var ég að tala um það að það náttúrulega ýmislegt að breytast í kringum hvernig línulegt áhorf að verða ólínulegt og það sem við höfum verið að gera það hreinlega að þétta opna gluggann hjá okkur. Og það sem við sjáum bara ákveðin neyslubreyting. Það að leið og fólk kveikir á sjónvarpinu þegar kemur heim til sín og að elda og ganga frá svona sínum fjölskyldumálum að þá mjög mikið áhorf á milli 18:30 og til svona 9 á kvöldin. Þannig að við höfum verið að færa íslenska efnið sem fær mesta áhorfið og myndi ég segja, mest spennandi til framtíðar fyrir okkur inn í þennan glugga frekar heldur en að láta byrja 10 á kvöldin. Svo sjáum við vegna þess að við erum líka að hlaða niður upplýsingum úr myndlyklunum hjá okkur að fólk fer að velja síðan efni persónubundið strax eftir klukkan 9. Og þá dálítið erfitt að vera dagskrársetja eitthvað gæða efni einhvern tímann seinna vegna þess að í raun og veru áhorfið brotnar svolítið upp. En þetta ekkert sem einsdæmi hér. Við sáum núna þegar í síðustu viku að vera að kynna HBO og HBO Max sem að koma á markað í Bandaríkjunum og fleiri efnisveitur. Þá ætla þeir að vera með línulega dagskrá þar inni líka. Og það þetta samband línulegs áhorfs og ólínulegs vegna þess að eins og maður í bílnum á morgnana, það hentar manni bara að hlusta á útvarpið frekar heldur en að vera að velja einstaka þætti eða vera að fikta í einhverjum hlutum. Það sama á við heima í kringum heimilislífið að það hentar að hafa línulega dagskrá á ákveðnum tíma. Og efnisveiturnar sjá að þetta sem sagt neyslumunstur sem bara almenningur og viðskiptavinir kjósa og ætla sér að koma inn í það og við teljum að við stöndum mjög vel hérna með eigin dagskrárgerð, eigin framleiðslu, þekkingu og kunnáttu kringum línulegt að blanda þessu svona saman. Þetta svona til að útskýra þá sjáum við alveg gríðarlegan vöxt í leigum hjá okkur og maraþonið að það náttúrulega þegar fólk fer að velja sitt eigið efni. Ég meina það koma inn þættir, gæða þættir eins og leitin að upprunanum eða góðir landsmenn. Það kannski hentar ekki öllum að horfa á það á sama tíma. En það dettur inn í frelsi hjá okkur og maraþonið og þá fer fólk að sækja sér efnið eftir því sem hentar. Og þessi þróun mun bara halda áfram en það sem eins og ég sagði áðan, þessi gluggi sem 18:30 til 9, hann verður áfram kjölfestan í línulega áhorfinu. Í útvarpinu þá erum við með gríðarlega sterka hlutdeild, við erum með 60 og næstu í 2/3 bara af útvarpshlustun á landinu. Og ef maður brýtur þetta niður að til að mynda Rás 2 með minni hlustun hérna á höfuðborgarsvæðinu heldur en FM 957 og Exit til samans. Þannig að við erum að sjá bara ágætis vöxt í útvarpshlustun hjá okkur og þetta auglýsingamiðill sem alls ekki að sem sagt missa vægi sitt. Og fólk kannski finnur fyrir því eins og ég nefndi með umferðina áðan að við getum kannski hrósað hérna lélegri umferðarstjórn í Reykjavík sérstaklega að fólk hlusta bara meira og meira á útvarpið. Það neyðist til þess.
Netmiðlarnir, þar hefur Vísir staðið sig alveg frábærlega. Við héldum að það væri svona óvissa í kringum ensku úrvalsdeildina og alla þá umfjöllun sem var inn á Vísi. Vísir hefur bara þróast og elst og komið með miklu fjölbreyttari umfjöllun sem dregur til sín. Við erum farin að sýna líka sjónvarpsefni beint. Við erum að nota þetta á miklu gagnvirkari hátt heldur en verið gert áður. Þannig að Vísir er orðinn stærsti miðillinn og mun bara halda áfram að vaxa. Síðan vorum við að kynna að við keyptum gengum loksins frá endanlega kaupunum á stjórnarfundi í gær á Endor og við teljum að það passi sérstaklega vel við okkar starfsemi eins og hún er í dag. Uppbygging á okkar Reykjavík Datacenter eins og það heitir, gagnaveri upp á Korputorgi, miðar mjög vel áfram og það er allt unnið samkvæmt áætlun. Hins vegar hefur ykkur gengið betur en áætlanir að fylla síðan gagnaverið af viðskiptavinum, þannig að strax á byrjun næsta árs, lok þessa árs, þegar við byrjum að færa vélbúnað þarna inn, þá teljum við að tekjuvöxtur verði ágætur þar. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá Endor, vegna þess að við erum í raun og veru að færa okkur meira inn í gagnaversrekstur og til þess að geta gert það sómasamlega þá vantar okkur hæfa aðila til að sinna þeim rekstri og á þessum markaði er engin hæfari heldur en einmitt Endor. Endor hefur verið að reka gagnaver, sem sagt ofur tölvur, alþjóðlega, 99% af tekjunum koma alþjóðlega og eru með risa viðskiptavini þar sem geta þá hugsað sér líka að færa hluta sínum viðskiptum inn í gagnaveri hjá okkur á Íslandi. Og varðandi gagnaveri hjá okkur hér að meðal orkustig eða orkunotkun, það er kallað Power Usage Efficiency alþjóðlega, er 1,6, 1,7. Okkar gagnaver vegna þess að við erum með svo mikla náttúrulega kælingu, við erum með svo góða nýtingu að það getur fallið niður í 1. Þannig að í raun og veru er orkunotkunin alþjóðlega 60–70% meiri heldur en í gagnaverinu hjá okkur og við verum bara keyrandi á náttúrulegum hreinum orkugjöfum á meðan erlendis að þá er mjög stórt kolefnisfótspor tengt yfirleitt gagnaverum. Þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu samstarfi og það er ýmislegt sem við getum unnið saman. Svo ég fara aðeins í svona reksturinn að í fyrra var veltan á Endor rétt 1,5 milljarður. Á þessu ári er veltan mun hærri, hún verður nær 3,5 milljarði. Það hefur verið mjög mikill tekjuvöxtur. Auðvitað er þetta sveiflukenndur rekstur eftir því hvaða samningar nást hverju sinni, en þetta er rekstur sem er mjög spennandi til framtíðar. Og við erum að taka hérna inn til okkar í formi dótturfélags Endor og það verður rekið þannig til 2023 vegna þess að það er svona ábatasamningur við starfsmenn upp á að þegar þeir sækja sér nýja viðskiptavini þá njóta þeir beins árangurs af því. En þetta er mjög þétt heimi, rétt 11 manns og þeir passa hérna mjög vel inn. Og varðandi að selja síðan svona alþjóðlega vöru frá Íslandi að þá mun Vodafone brandið, Vodafone vörumerkið, fyrirtækið okkar, það mun styrkja í raun og veru markaðssókn Endor mjög mikið alþjóðlega. Þannig að við teljum að þetta sé fullkomið hjónaband til lengri tíma litið. Í kringum þetta þá erum við líka kynntum í síðustu viku út í Evrópu að við erum þátttakendur í nýju verkefni upp á að leggja ljósleiðara til landsins og hann heitir Celtic North og í raun og veru er þar verið að tengja saman Noreg, Ísland og Írland og svo hugsanlega líka Skotland. Þeir strengir sem eru núna að fara með gögn frá Íslandi til Evrópu og svo frá Evrópu áfram til Bandaríkjanna að þeir annars vegar Danæs sem er orðinn 12 ára gamall og svo Faræs sem er yfir 20 ára gamall að við teljum að þarna sé hægt að koma á miklu betri tengingu sem þá bæði gerir gagnaverið, gerir Endor hlutan á okkur, gerir Ísland í raun og veru að miklu áhugaverðari stað. Við getum skoðað að það er strax beint kostnaðarhagræði fyrir okkur af þessu. Nýjir strengir eru miklu ódýrari heldur en þeir sem eldri eru. Þeir hafa miklu meiri burðargetu og við teljum að þarna eins og við erum að segja að við getum farið strax í sjávarborðskönnun næsta sumar. Það eru alltaf framkvæmdar þegar öldahæðin er sem lægst milli maí og ágúst og svo farið í lagningu strengsins strax árið þar á eftir.
og þetta er verkefni sem alþjóðlegir aðilar koma að fjármögnun á og við teljum að líti gríðarlega spennandi út. Þetta er sem sagt leiðin, þetta er frá Þrándheimi niður til Kílala, þar eru margar sem sagt stöðvar sem hægt er að tengja sig síðan inn á strengi sem fara áfram til Evrópu og svo til Bandaríkjanna. Og svona í fróðleikskyni að 98% af allri internetumferð í heiminum fer í gegnum sæstrengi. Og sæstrengir er í raun og veru hjarta eða æðakerfi internetsins. Allt streymir þar og þannig að þetta skiptir gríðarlegu máli upp á uppbyggingu hér, hvernig þessi strengir liggja, hvaða burðargetu þeir hafa og hverjir stýra þeim. Og gagnvart okkur að þá erum við fjarskiptafyrirtæki og fjarskipti og gagnaflutningar og síðan gagnaver og upplýsingatækni. Þetta er meira og minna að renna saman. Þannig að við teljum að með þessari uppbyggingu að þá höfum við mjög spennandi tíma framundan. En ef það er einhverjar spurningar í kringum þetta þá tökum við gjarna við þeim. Við erum eina fjarskiptafyrirtækið sem erum inn í þessum Celtic Norse streng og ríkið á fjármálaráðuneytið á sem sagt allt Farais og Danais. Og við erum auðvitað til í að fara í samstarf við þá að reka 3 strengi eða hvað svo sem er. Aðalmálið er að losa okkur úr þessu gamla kerfi sem er núna og byggja upp svona öflugt kerfi til lengri tíma. Þannig ef það er ekki fleiri spurningar þá þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna og hlakka til að sjá okkur hérna á nýju ári. Takk.